Komið sæl og velkomin á Akureyrarvöku. Við ætlum að fara með ykkur alla Akureyri og líta á viðburði fyrstu 2 daga hátíðarinnar. En núna erum við staddar hérna í Lystigarðinum á Akureyri þar sem setningin við það að hefjast. En Akureyrarvaka ákveðin afmælishátíð bæjarins sem fagnar 160 ára stór afmæli núna 29. ágúst. Sömuleiðis markar þetta lok listasumarsins en það óhætt að segja að því verði slúttað með trompi þar sem að það verða listasýningar og tónleikar á hverju horni. En það voru nokkrir sem tóku forskot á sæluna hérna á föstudagsmorgninum og héldu sína eigin setningu enda þeirra háttatími fyrr en flestra. Jana Salome, núna Akureyrarbær 160 ára. Hvað þýðir svona Akureyrarvaka fyrir samfélagið? Ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að koma saman og fagna. Þetta mikil fjölskylduhátíð, bæði fyrir brottflutta og innfædda og nýflutta akureyringa sem og bara fólki hér í kring. Góðar samverustundir og skemmtileg dagskrá þar sem við fáum að kynnast betur menningu og listalífi bæjarins. Nú sé ég að þú ert með sjálfboðaliði Rauða krossins. Hvað hérna í gangi fyrir aftan? Annað kvöld, klukkan 22, þá verður friðarvaka í kirkjudröppunum fyrir neðan Akureyrarkirkju að lokinni tónleikadagskrá í gilinu. Við ætlum að tendra á kertum, fólk getur keypt hjá okkur kerti og þau munu lýsa upp og við getum hugsað friðinn sem við viljum að ríki hér í heimi. Til styrktar hvers þetta? Þetta þessar fjárhæðir sem safnast hér verða eyrnamerktar 2 verkefnum, meðal annars flóttafólki á Íslandi. Þar eru með 2 verkefni sem eru leiðsöguvinir og íslenskuvinir og hins vegar Frú Ragnheiði sem skaðaminnkandi aðferðafræði vímuefnanotkun. Nú ég komin með skipuleggjanda hátíðarinnar hingað til mín, hann Almar. Segðu mér Almar, nú þið búin að hafa 3 ár tæp til að skipuleggja þessa hátíð. Hvernig líður þér að það sé loksins komið að þessu? Það náttúrulega bara æðislegt. Þetta náttúrulega eins og segir, langt síðan við heldum þetta síðast. Fullt af hugmyndum búin að byggjast upp og bíða eftir að geta farið í framkvæmd sem núna loksins og á 160 ára afmælinu. Og hverju mega gestir eiga von á helgina? Náttúrulega hellingur. Þetta föstudagur, laugardagur og sunnudagur og sikið milli 80-90 viðburða. Og það bara allt frá floti og hjólaviðburði, þar sem fólk klæðir sig upp í tvítfatnað. Herbert Guðmundsson stígur á svið, við erum með tónaútgáfuna í Hofi og þetta bara allt mögulegt. Hátíðin dreifist svo vel, hún var fisk og vanlega hefur Akureyrarvaka verið föstudag og laugardag, en núna tegjum við henni yfir sunnudag af því að það svo margir viðburðir. Hvernig verður setningin eða segir mér aðeins frá henni? Setning Akureyrarvaku alltaf á Rökkuró sem á föstudagskvöldinu og þar svona bara formulega heitið að byrja með, en síðan bara fer þetta inn í nóttina í svaka stuð og mikið fjölskyldu fólk sem kemur núna í ára og við náttúrulega draugaslóð í innbænum eftir 6 ára hlé, þannig að já, bara æðislegt. Eitthvað fyrir alla? Eitthvað fyrir alla. Ég óska ykkur öllum til hamingju með afmælið, þessi glæsilega Akureyrarvöku sem framundan sérstaklega vil ég þakka öllum sem komið hafa skipulagningu hátíðarinnar af miklum glæsibrag. Ágætu gestir, við skulum skemmt okkur vel og fallega saman á Akureyrarvöku, slaka á og njóta og ég hlakka til að hitta okkur á röltinu og ég segi þar með Akureyrarvöku 2022 setta. Takk fyrir.
nú Akureyrarvaka hafin. Hverju ertu spenntastur fyrir? Bara þessu hérna í kvöld. Gaman að vera á meðal fólks og taka þátt í þessu sko. Já, draugagangan. Hún lofa góðu. Allavega sem var sýnt í sjónvarpinu fyrir kvöld. Það verður spennandi. Og hvað ætlið þið að gera á Akureyrarvöku? Skemmt okkur. Saman. Finnst ykkur gaman? Já. Já. Er eitthvað sérstakt sem þið ætlið að gera um helgina? Nei. Já, bara að hafa fjör. Eins og sjáið er mikið að vera, en við segjum áðan það er mikið af listaviðburðum og það er einn slíkur hafið núna. Hver er staðan á kaffi Listafnanda? Hér er allt að gerast og tríó Kristjáns Edelstein að gera sig klárt í að stíga á stokk. En Kristján er einmitt bæjarlistamaður Akureyrar í ár og ég náði að króa hann hérna af. Segðu mér, Kristján, hvað munið þið bjóða gestum upp á hér í kvöld? Við munum bjóða upp á rytmíska músík og sem sagt frumsamda tónlist og ábreiður í bland. Svo sjáum við til, þetta er svona bland í poka. Og þú ert bæjarlistamaður Akureyrar. Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig að taka þátt í þessari miklu menningarveislu hérna um helgina? Það hefur náttúrulega heilmikla þýðingu og náttúrulega að fá þennan titil. Það gefur því auga að þetta er bæði þetta áskorun og mikill heiður og gerir mig fært í að halda fram að vinna listminni. Akkurat. Og fyrst við erum hérna á menningarlegu nótunum, þá er viðeigandi að hann sé hjá mér Hlynur Hallsson, safnstjóri Listasafnsins á Akureyri. Hvernig er fyrir þig, mikinn listamógúl, að vera vitni af allri þessari listsköpun sem hérna er? Það er auðvitað bara dásamlegt og ég meina Akureyrarvaka er náttúrulega svona menningar og afmælishátíð Akureyrarbæjar og þá er auðvitað bara frábært að flagga öllum listamönnum í bænum og bara gaman líka hvað bæjarbúar taka mikinn þátt og mæta á allskyns viðburði, uppákomur, tónleika og myndlistarsýningar og bara hvaðina. Það er skemmtilegt. Og hvað verður að vera á listasafninu þá helgina? Við erum að opna 3 nýjar sýningar sem að bætast við þá 3 sýningar sem eru í safninu nú þegar. Það er hann Egill Logi Jónasson sem er svona ungstjarnan okkar, hann er með einkasýningu og svo er það hann Steinunn Gunnlaugsdóttir sem að tekur við af Ragga Kjartans á Svölunum og verður með verk sem að er opnar á Akureyrarvöku og er bara alveg fram að Akureyrarvöku á næsta ári. Svo erum við líka að opna eina svona sýningu sem á að höfða sérstaklega til barna og það er þá verkur Safneign sem að er svona sett saman til þess að svona efla sköpun og hvetja fólk til þess að taka þátt og búa til sín eigin listaverk á listasafninu sem að er síðan hægt að setja upp á vegg. Það er skemmtilegt, þannig að það er eitthvað fyrir alla á listasafninu. Heldur betur, bæði bara, unga og aldna. Nú ætlum við að fara að koma okkur hérna úr listigarðinum og kíkja í innbæinn þar sem mér skilst að séu margar furðuverur á sveimi. Draugaslóð er fastur liður Akureyrarvöku. Hér koma gestir og gangandi og upplifa duglegulega stemmingu hér í innbænum á Akureyri sem er einmitt elsti hluti bæjarins. Við ætlum að rölta aðeins og sjá hvort að við rekumst á einhverja drauga. Hvernig er að vera draugur á Akureyrarvöku? Yndislegt. Er það ekki? Yndislegt. Þú ert draugur á draugagöngunni. Já.
Hvernig búið að ganga hjá þér? Bara búið að ganga þokkalega. Þér ekkert kalt? Ertu búin að hræða marga heldurðu? Nokkra held ég. Já? Var sjúklingur hérna. Já. Einmitt. Þú búin að halda karakter? Já. Ertu með einhverja baksögu? Bara komin inn í daginn og bara fór aldrei. Þú draugur. Viltu eitthvað tjá þig málið? Ertu með einhverja baksögu? Hún vill ekkert segja þessi. Hvernig að vera draugur? Hvernig búið að vera á draugagangunni? Bara mjög gaman. Mjög gaman. Hvað voru þið hræddust við? Ekki neitt. Ég veit það ekki. Ekkert hrædd? Nei, jú, kannski smá. Með kóngulóna á það? Já, með kóngulóna á það. Eru þið ekki til í að vera draugar á næsta ári? Nei, ég held að ég geti það ekki. Eru þið hrædd? Nei! Smá? Hver hugmyndin bak við draugaslóðina? Draugaslóðin byrjaði bara sem svona draugasögu kvöld. Svo fór þetta út í það að vera draugaganga. Fólkinu fjölgaði þannig að það var ekki hægt að fara í göngu. Þannig að þá var ákveðið að prófa að vera með svona drauga innsetningar hérna í innbænum. Og hvernig hefur það gefist? Það hefur, þetta var eiginlega svona óx sér yfir höfuð. Þess vegna var þetta nú ákveðið að fíla þetta. En það var ekki endilega á hverju ári, sko. Þannig að dróða sér mikinn mannfjölda. Og eru innbæingar að taka þátt í atburðum að eitthvað hluta? Já, hluta til, sko. Það er alveg hús sem eru búið að breyta í hálfgerð draugahús en svo eru aðrir sem að leyfa okkur bara að nota garðinn sinn. Þetta er í fyrsta sinn í 6 ár og jafnframt síðasta skipti sem draugaslóðin verður haldin. Hvernig tilfinning er það? Bara blendin, en gaman að gera þetta í síðasta sinn. Og hvaða skilaboð hafið þá þið og þú til efasemda fólksins sem trúir ekki á drauga? Þetta eru skilaboðin. Þróttur oft má sjá eru fljótt á þróttum. Nú eru eflaust margir sofandi eftir skemmtun gærkvöldsins en ekki þeir allra hörðustu sem eru mættir hingað í sundlaug Akureyrar ýmist til að fara í morgunflot eða vatnasúpa. Hvernig var flotið? Heyrðu, það var bara dásamlegt. Þetta var mjög svona róleg og þægileg stund. Og hvað er það við það sem gerir þetta svona notalegt? Sko, ég var náttúrulega að prófa fyrst skipti og það er einhvern veginn bara slökunin sem það fylgir í, sem það er bara gott að vera í vatninu og þægileg tónlist og þetta var bara mjög fínt. Og hvað var það til þess og ákvæmst að prófa þetta núna í fyrsta skipti? Já, ég er eiginlega svona að reyna að finna mér eitthvað svona leiði til að gera nýja hluti sem eru slakandi fyrir líkamann og þetta var eitt af því sem ég dætti að geti verið gott að prófa. Þannig ég sé ekki eftir því. Nú varstu fljótandi hérna laugina í klukkutíma. Hvað varstu eiginlega að hugsa á meðan? Ég var eiginlega rosa mikið að reyna að vanda mig við að hugsa ekki neitt. Þannig að það er eiginlega pínu challenge samt líka. Hvernig gekk það? Heyrðu, ágætlega á köflum, en svona misvel. Are you ready to work out?
Já, við sláum ekki slöku við því að eftir vatnasúmpa var það dansgleði Steps Dance Center þar sem krakkar á öllum aldri eru búinir að vera að dansa eins og enginn sé morgundagurinn. En við ætlum þó ekki að segja alveg skilið við dansinn ennþá því mér skilst að Ásthildur sé í einhverju svakalegri dansveislu en fyrst ætlum við að fá að sjá svipmyndir af viðburðum dagsins og hilsa upp á húlludúlluna. Dúlla, nú þetta 5. árið sem að þú ert á Akureyrarvöku. Hvað svona það besta við þetta? Akureyri og fólkið og þetta bara svo skemmtileg hátíð. Það bara alltaf eitthvað fyrir alla og ég búin að fá að koma svo mörgum skemmtilegum verkefnum. Þetta í annað skipt síðan með svona sirkrutátt í Hofi en svo við líka verið með eld og ég verið með ljósasjó og allt mögulegt. Það er svo gaman að fá að vera á Akureyrarvöku. Nú er ég stödd á Ráðhústorgi þar sem mikið að vera og við ætlum aðeins að athuga hvað fólki hefur að segja hérna og hvernig stemmingin er. Komið þið með. Og hvernig er búið að vera á Akureyrarvöku? Þetta er mjög gaman. Fjölbreytt og skemmtun fyrir alla. Er eitthvað sérstakt annað sem þið eru spennt fyrir? Tónleikunum. Já, tónleikunum í kvöld. Það er svo alltaf draugagangan geggjuð í gær. Hvað finnst ykkur búið að vera skemmtilegast í dag? Hvað er búið að vera skemmtilegast? Við fórum í fimleika. Af því að það var opið í fimleikahúsinu. Það var mjög skemmtilegt. Jæja, þá er götudanspartíið hafið þar sem að Gerður, Ósk og Hildur Sólveig halda uppi í fjörinu og ég stenst ekki máti, ég verð að fara að dansa með en svo ætlum við að kíkja í Listagilið og sjá hvað er að gerast þar. Látin af mörgum og margvíslegum gerðum því sumir hlæja hratt, sumir hægt og beint, sumir hlæja í hljóði og sumir niður í herðum, sumir hlæja seint og sumir hlæja aldrei neitt. Þú viss svo fram á við, ég sé bara baka til. Þú vilt ekki sleppa þig og ég vil ekki sleppa þig. Þú viss svo fram á við en ég sé bara baka til.
Tungsljósið í myrkrinu. Við getum haldið áfram. Símtöl verða byltingu. Bætum okkar samtal. Því ég vil ekki snúa við og segja svo við sjálfa mig. Eins og við sjáum er búið að vera nóg að vera hérna á Akureyrarvöku á 160 ára afmælishátíð Akureyrarbæjar. Já, við erum búin að hitta fullt af skemmtilegu fólki, stóru og smáu, lifandi og liðnu, en það er heldur betur farið að rökkva á okkur og friðarljósin hafa verið tendruð, en það er árlega hefð hérna á Akureyrarvöku. Já, og Unnsteinn Manuel og Hermi Gervill ætla að slá botninn í þetta hjá okkur með nýjum sem gömlum smellum. Takk fyrir okkur og gleðilega hátíð!